Formaður fjárlaganefndar Alþingis segir að stórkostleg mistök hafi verið gerð þegar Sementsverksmiðjan var seld. Hann krefst betri skýring á því hvers vegna ríkið fékk ekkert greitt fyrir hana. Sementsverksmiðjan var einkavædd árið 2003. Íslenskt sement sem var í eigu BM Vallár, Framtaks fjárfestingabanka, Norchem og Björgunar fékk að kaupa verksmiðjuna á 68 milljónir króna. Kaupverðið var hins vegar aldrei greitt og eru tapaðar kröfur ríkisins vegna þess 108 milljónir króna. Það tók ESA 5 ár að gefa álit sitt á sölunni og samkeppniseftirlitið ár í viðbót að gefa samþykki fyrir henni. Mistök við skjalagerð ollu því að bankaábyrgð fyrir greiðslu kaupverðs rann út á þessum tíma og kaupandinn fór í greiðsluþrot. Fjárlaganefnd vill betri skýringar á málinu. Okkur finnst þetta ekki fullnægjandi skýring á því hvernig tókst að selja heila verksmiðju, Sementsverksmiðju í þessu tilfelli, án þess að fá hana borgaða og fá hana síðan í hausinn aftur nokkuð mörgum árum seinna með kostnaði. Það er eiginlega of galið til að vera hægt að ræða svona í fullri alvöru hvernig þetta gat gerst. Fjárlaganefnd fer fram á að ráðuneyti skili ítarlegri skýrslu söluferlið og innheimtu sölu andvirðisins fyrir lok þessa mánaðar. Ég ætla ekki að reikna með því að þetta verið eitthvað viljaverkaræða, heldur hafa verið gerð einhver stórkostleg mistök. Þetta á einfaldlega ekki að geta gert svona.